Loftþrýstingur allt í kringum okkur, loftið í kringum okkur hefur ákveðna þyngd. Það mestur loftþrýstingur niður við jörð því það bara meira loft fyrir ofan okkur sem ýtir niður á okkur. Það væri til dæmis minni loftþrýstingur upp á Mount Everest því að það bara minna loft fyrir ofan okkur til þess að ýta á okkur. Hérna með gosdós, hérna bunar út gufa, þetta bara vatn sem ég að sjóða í flöskunni hérna. Og ætla að fylla dósina af gufu. Það tekur smá stund. Smá gos í þessu. Passum að hún sé örugglega vel full af gufu þannig að það sjáum að buna út gufu út úr þessu núna. Svona, nú þetta verið að koma í okkur. Af hverju gerist þetta? Það vegna þess að þegar ég set gufu inn í dósina, þá ýtir gufan loftinu sem var inn í dósinni út. Hérna í aðra dós, það jafn mikið loft inn í þessari dós, hún tóm, og fyrir utan hana. En þegar ég fylli annað innan af gufu, þá ýtist loftið út. Það kalt vatn hérna. Þegar heita gufan kemur í kalt vatn, þá þéttist hún í vökva aftur. Og vökvi, fljótandi vatn, tekur miklu minna pláss heldur en gufan, þannig að það myndast lofttæmi inn í dósinni, þess vegna skreppur hún saman. Það sem kramdana loftþrýstingurinn hérna sem við finnum ekkert fyrir því að við erum vön honum. En leið og við tökum loftþrýstinginn í burtu inn í dósinni, þá loftþrýstingurinn fyrir utan nægjanlega sterkur til þess að kremja hana.